og hvernig allt í einu september að fara að enda? Þetta rosalegt, tíminn andjóks on speed. Þetta galið. Eftir að koma svona 2000 speed á TikTok, þá allt búið að vera 2000 speed sverða. Það kom aldrei, það var bara alltaf að hegi. Nei, ég held að kom alveg. Ég var alltaf búin að vera með það ógeðslega lengi. Ég bara fatt aldrei hvernig þetta nota, en ég man eftir þegar fólk var að byrja að tala það. Já. En það ekki alls sem þetta að þessu, sko. Nei, það að halda frekar ofalega hægra megin niðri. Eða vinstri megin, getur gert báða megin. Já, ok. Út í hotinu. Það fucking þægilegt. Það það. Ég eiginlega horfi ekki á TikTok á þess að hafa þetta svona. Sim. Og ég líka svona byrja að mæla með að fólk horfa á mínu vídeó. Setti 1000 speed. Já, ágrís bara. ef ég að jappa yfir mig, sko. Já, því að það svo erfitt einhvern veginn að vera að taka upp eitthvað og ekki jappa. Maður bara kann ekki hann að jappa. Maður bara jappa. Þess vegna erum við podcast. True. The Yappers. The Yappers. Það hefði að gera podcast sem hétir bara The Yappers. Nei, það er bara trendbylgja núna, svo hættu að nota þetta smá. Já, true. Tebóið stays. Tebóið Yaps. Alltaf hérna í litlu tebóði með drikkjun okkar. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég veit að þetta er okkar nafn og okkar allt þetta, en þú veist, ég ætla þetta gott nafn. Iconic. Þetta er alveg iconic. Ég elska þetta nafn. Það er sko ógeðslega, þú veist, ég má bara... Það er svo ógeðslega erfitt að velja nafn á hluti. Það er svo erfitt að velja Rómeó. Það var ógeðslega erfitt? Já. Og hvað þá Embla? Embla ógeðslega erfitt. En það var alveg svipa erfitt með tebóið. Já. Ég veit ekki okkur að tala um þetta núna, en það var bara, og besties. Já, einmitt. Það reyndar. Það kom bara, bam. Það var svona, match made in heaven. Og grís. Það var bara, við vorum bara, fundum bara besties, það var bara, there's no turning back. Ekkert annan nafn. Þetta er bara besta nafn ever fyrir okkar brand. Og segjum við eitthvað sem var búið til annan ís, guð minn góður. Einmitt, það er, nei sko, við erum meðal fullt af nöfnum, sko. Já. En þú veist, þetta er alveg, þetta var bara svona, já, ég get ekki, þetta var bara perfect. Það er erfitt að, toppa þetta. Að því oft velum maður nafn og maður svona horfir á það, jú, það passar. Þú veist, það kemur svona smá tímum og svona velur þetta svona, passar þetta? Já, passar þetta ekki örglega. Svo passar þetta, já. Bestís var bara svona, við þurftum ekki svona að sjá. Við vorum bara obviously. Það er bara obviously. En já, vonandi eru allir að fá sér mitt bestís í þessi haustveðri sem er að koma núna. Það er bara, það er skilið. 100%. En ég sko, það er bara ennþá þannig núna, bara þess að klikkar ekki að þegar ég fer í búð að ég kíki í ískælum. Alltaf. Bara every time, ég bara, there you are. Ég, þú og Embla líf. Já. Alltaf við þrjár sem starfsmenn hérna í verslunum bara á landinu. Ég tek alls þar. Ég líka. Þú sé bara í stóru maturverslun, lítilli, alltaf. Svo lagaði svona, ef það er búið að hrindast eitthvað niður, bara. Let's make it presentable. Það er alveg ítöllum hinum. Já, bara taka alla aðra. Ekki segja mínum. Kaupa alla annan í svona, bara þessi eftir. Hini kaupa hann. Já. Nei, en já, fá ykkur bestis. Þið munu ekki sjá eftir. Nei, ekki séns. Nei, en styttist í oktober, styttist í spooky season. Ég trúi því ekki. Úr, spennt. Já, það er galið. Það er bara þessi vika og svo næstu vika og svo bara okt. Já, og líka sko, þessi vika áttur að liða svona, bara þegar we're doing 1000 billion things. Og næstu vika áttur að liða svona því að við erum ekki svona á landinu. Nei, við erum bara út. Við erum aðeins að skreppa. Þannig að, það er bara að vera allt í hennu komin oktober áður með blikkum augum. Það verður bara koma oktober þegar við komum heim. Já. 1. oktober. Crazy. En þá er einmitt ekki seinna veitna en að fara að tala um haustrendin. Algjörlega. The trends. Já, að því að, hvernig byrja veiturinn? Er það í desember eða nóvember? Sko, þú veist, ég myndi alveg segja desember. Já, ég ætla alveg að vera sammála þér, sko. Maður svona kannski svona lok nóvember þá byrja maður að aðeins, nei, þetta er alveg svona trending alveg alla leið. Já, að því að líka desembertískan er bara Sparkles. Það er bara jólafötin og áramótin og eitthvað þannig. Það er svona öðruvísi. Já, og svo er janúartískan upp í mars, apríl, allt er önnur. Já. Þannig að, þú veist, en við erum náttúrulega engin sérsfæringar í tísku, við erum bara áhuga konur. Og eins og við ræðum alltaf það er allir sín stíl, við erum bara að sjá hvað er trending og tala um það og hvað okkur finnst flott. Hvað kannski að koma aftur sem var ekki og eitthvað svona þannig. En já, auðvitað, bara allir finna sinn stíl og
þinn eigin stíl alltaf flottastur. Facts. Það alveg svolítið svoleiðis. En já, eins og segjum, það ekki seinna væta en að byrja hausttrendi núna. Allir búin að koma sér eftir rútínu. Einmitt. Eða svona eru að því eftir vonandi síðasta þátt. Ég er búin að safna í þetta nót síðan í ágúst, sko. Já, þú er búin að busy bee, sko. Þannig að ég þarf eiginlega að finna það. Hvað hét þetta? Já, fyndu það. Á meðan ætla ég að minna ykkur á að því við tókum hana aftur rútínu og tilkynntum nýjan samstarfsaðila Happy Hydrate og settum að það trilltan gjafaleik Sturlaðan gjafaleik sem ennþá í gangi, fullu fjöri inn á bæði Instagram og TikTok þannig að þið getið tekið þátt báðum einn til að auka líkunars Svo munum við, hvernig við munum gera það að það náttúrulega bara í rauninni einn kommentari sem að vinnur í raun og veru, þannig að við munum draga út á Instagram og við munum draga út á TikTok og svo verið dregið út á milli þess að tveggja. Já, þetta verður æsispennandi. Þetta verður mjög spennandi, þannig að þetta verður bara að vera live. Já. Að gera það. En það verður mjög spennandi og við hlökkum til að gefa einhverjum 2 heppnum besties AirPods Max og 10 kassa hvora af Happy Hydrate. Þetta er styrlað, sko. Styrlað. Og líka bara styrlaði viðtökur, bara takk fyrir viðtökur. Já, takk fyrir, já. Þetta verður æðislegt. Ógeðslega gaman. Þannig að það er ekki að seint að taka þátt. Við drögum út 2007. Já, mér minni það. Þannig að það ætti að vera nóg tími eftir fyrir ykkur. En Happy Hydrate náttúrulega líka eitthvað sem trendar inn í hausti, sko. Já. Gott inn í rútína. Já. Bara alla daga. Alla daga. Muni eftir happy. Já. Happy dagsins. Ég tek þessum 2 stiklum a day very seriously. Mjög mikilvægt. Já, mjög mikilvægt. Sérstaklega þegar maður æfa mikið og svitna mikið og bara alltaf gott fyrir alla. Já, og líka, það eru dagar sem maður ekki fullkomin í vastrekkjunni, því miður. Það finnst mér svona eins og smá cheating the system. Já, bara að fá þér happy. Já, þú verður svona að muni að drekka vatn með þér, sko. Já, algjörlega, en þú veist, þetta er svona, já, herðu, byttu og hydration og maður gæti ekki nógu dugleg, þá er ég bara, ok, ég get fengið mér happy. Það finnst mér svona núllstillega. Þá ertu líka að fá þér vatn. Já, þú verður að fá þér vatn með því. Þannig að það er alveg hags. Það er hags. En já, ég er búin að finna nótum mitt. Það er 12 langt eins og alltaf. Ok. Upsi. Ég elska það. Já. En já, við vorum þegar ég skrifaði þetta notes, þá vorum við að fara í gegnum, við ætlum að taka þátt miklu fyrir upp. Þá vorum við að fara í gegnum svona transitional season, sem er svona fyrir eitthvað erfitt. Finnst þér ekki erfitt að klæða þig í ágúst? Jú. Það er svona, það er orðið allavega á Íslandi, það er orðið svona smá kalt, en samt ekki, þau sem samt áttu fullt alveg summer outfits inn og kannski með einhver event eða ennþá í útlöndum einhver og þetta er svona erfitt tímabil. Já. En núna erum við komin alla leiðin, finnst mér, inn í hausttískuna. Maður byrjar að fara í svörtu fötin sín aftur og alla jakkana. Já. Þú ert í nýjum jakka, þetta er flottur. Takk fyrir, þetta er svona brúnn leðurpleður. Er hann brúnn? Hann er náttúrulega brúnn, sko. En þú veist, hann er mestu brúnn, en hann er svona sem í grár. Mér finnst það svona steingrár. Já. What? Ég hefði bara alveg sama lit. Já, nei, já, hann var mestu brán. Ég veit það, þetta er svona smá spes. Kannski ykkur annari lýsingu þá já, eða eitthvað. Já, eins og þegar hann hangir inn í skáp, þá er hann svolítið brúnn. Já, ok. Það er alltaf frekar góð lýsing hér, sko. Já, það er svona mikið ljós. Oflýst, en já, en hann á að vera svona smá brown. Ok. Það var alltaf 2 jakka fyrir eftir hvaða lýsingu er því. Það er alveg hags. En já, ég sko, jakkar eru uppbólsflíki minn í heiminum. Same. En bara, mér finnst það erfiðast líka flíkin til að finna. Já, góðir, bara jakkar eru erfiðar að finna, sko. Sem að þú ferð bara eitthvað í búðina og það er bara svona jakka, svo svona, ok, gætur ekki, samt er það svona ekki nógu veglið til þess að þú nennir eða pening, að þú vilt ekki heldur eða plássi, skilur þú nennir ekki að kaupa ykkur jakka sem er ekki nógu functional, af því að þú veist, þeir taka svo mikið pláss. Svo mikið pláss. Allt of mikið pláss, af því maður þarf að eiga sumarjakkana, vetrarjakkana, úlpurnar, af því við búum í Íslandi. Hvað er fokkanum á maður að geyma þetta? Ég veit ekki, bara, ég veit, þú veist, fór það bara þangað til í deimun í öfund og fólk sem er mikið skápapláss. Það er náttúrulega bara draumur allra, held ég. Já, það er bara góðan skáp. Að eiga pláss í skápnum, að eiga bara tóman skáp. Bara pældi því. Lúxus. Þú veist, þá heina fulla líka, skilur við. Já. Eitt tóman sem við getum bara svona sett 9 fötin inn í. Geðvikt. Mér langar svo að eiga bara svona basic fötin mín. Og svo svona þegar ég á nýföt, að setja bara nýju, þá svona gleymir maður ekki að nota þau eða þú veist, tínast bara ekki að baka eða hina gömlu bóluna. Einmitt. Það var alveg næs. Ég geym oft bara í svona nýrri fötin mín í bara
stóru póka. Ég líka. Það. Já, eða bara ennþá í búðapókanum. Já. Þú veist, þangað til, þú veist, ef ég kipti mér eitthvað í Gina eða eitthvað, bara geimi það í Gina-pókanum, svo ég sjá hann alltaf, já. Já, og svo setja ég aftur í Gina-pókan til að nota aftur setna, af því ég nenni ekki að tína inn í skálnum mínum. Þetta er ekki lagi, sko. Þetta er ekki lagi, sko. En samt er nýlega búin að taka til skálnum mínum. Ég er alltaf að taka til fólk skálnum mínum. Það er ekkert þarna fucking inni sem er eitthvað þannig, nema bara svona nokkur staple gallabuxur og svo er bara svo stóru peysu sem taka svo mikið pláss. Ég veit það. Þetta er alveg bara... Þetta er lúxusvandamál. Ég veit að þetta er lúxusvandamál. En já, ég held að jakkar og yfirhafnir eru uppáhaldsflíki mín. Ég tengi það, sko. Það ekki? Jú. Ég elska það. Að bara finna góðan jakka er bara svona lífið mér sér búin að sigra eitthvað. Já. Það er bara svona, fuck, þetta er góð. Ég líka lifi í honum þá bara. Ég same. Það er bara nokkri, þú veist, eins og þarna brúni jakki minn með þarna svona smá, sem ég fekk úr Söru. Já, Teddy í dótinu. Já, Teddy í dótinu. Ég bara elska hann. Hann er þælur, hann er ógeðslega hlýr. Já. Og sútar svona allt sem ég hugsa og svo hann er ekki svona geðveik basic, smá svona gæti verið outfitið, gæti að vera ekki, skilur. Bara, þú veist, ég var búin að lifa í honum núna svona 3-4 vetra. Já, þetta er svona mest byrsti jakki, ef þú hugsa jakka að þetta þú. Já. Að ég bara elska hann og bara virkaði og bara, ég er þannig með þetta loðkápuna mínar, ég er bara svona, þetta er svo hlýtt og svo þægilegt og það er stóru vasar á þessu, þannig að ég get komið myndalinn mín og voni það. Nice. Þannig að, já, ég er svona vandrarlega oft í loðkápu ef ég er að fara að góta að borða þá bara, ég peka alltaf í loðkápuna mínar og ég fekk mér 2 frá Gina í fyrra, eina ljósa og eina svarta, þetta er bara fyrir að vera bara eign, bara for life. Já. Bara núna er að koma after the season sem ég get verið í þessu. Ekki sko loðjakka, þinn kremduleg krem, sko. Já, my pink one. Já, hann er gegg. Hann er erðagripur. Já, hann grins, hann er styrlaður. Rosalegur. Bleikur loðjakki. Hann er fyrir tebóðið, sko. Hann er, ég veist bara, ég þarf að eignast einhvern veginn svoleiðis ASAP. 100%. Það er bara on your list núna að finna eitthvað góðan þannig. Já, algjörlega. En það sem talaðu bara, þú veist, kápur og þannig, svona loðkápur sérstaklega, þetta er eitthvað sem fullkomið að þrifta. 100%. Bara geðu eitthvað að þrifta þetta. Ég man ég keypti eitthvað svona síða loðkápu fyrir svona 5-6 árum sem ég notaði þá og hún er bara, hún kostaði 5.000. Já, einmitt. Bara alveg síð loðkápa. Hvað er best að þrifta svona? Sko, mér skilti köttur, ég fann hana í gildi kötturinn þá. Já. Bara 5.000 kall. Það var mjög gott. Þetta var alveg 2019 eða eitthvað. Þannig að ég veit ekki. Já, ég held sem það til, sko. Ok. Já. Landsíðin ég farið svona. Same. En ég var alltaf að fara á tímabilið til að tjekka hvort það var nýja flottar kápur hana. Það er ekkert talant síðan. Nei. En þú getur kannski doppelt tjekka, ég veit ekki. Ég svo googla. En já, það er bara að finna þetta í svona þristbúðum er eiginlega svona mesta haxi, sko. Já, það er alveg rétt hjá þér. Af því að þetta er einmitt flíkur sem að endast, já, virðist vera í bara blúsandi siglingu. Jú. Hvað það er? Eitthvað vintage setna, alls konar Thrifting. Já, svo er náttúrulega heitir ekki Weekday? Nei, hvað heit það? Heitriftin hana stóra oh my god, þetta er dottur úr mér. Þetta er stólið úr haustum á mér sem er hana nýri bæ. Já, algjörlega. Hana Sputnik líka og svo er ekki Weekday, það er hana sjoppa Já, það er hana sjoppa Hvað heitir hún? Wow, nei, að googla það. Já, hvað get ég googlað? Bara Thriftin Week eitthvað, það heitir eitthvað Thrift Stores Reykjavík. Það er mjög ofta hana, sko, þetta er mjög skrítið í mandi. Já, ég veit það, byttu. Wasteland, já, ok, ekki alveg. Já. Ok, næsti. En það var tvöfaldsvaffið, já. Já, waste. Já, ekki eins og mitti, heldur er svona úrgangur eða ekki. Ekki þannig, sko. Röst. Wasteland, já, það er hérna. Það er fullt af góðum líka, fullt af eitthvað rauðakrossum búðum líka og alls konar eitthvað svona litla sjoppur. Já, algjörlega. Sem getur fundið eitthvað svona í. Líka leðujakkar, eða leita eitthvað svona góðum svona, ég man að ég þrifta alveg, hvað var ekki 2 fyrir hérna Halloween-búningi minn þegar var hérna Tom Cruise og það var alveg. Það var svona biker eitthvað. Já, svona biker. Þannig, já, þá ennþá. Ég er svona einhvern veginn, það er úrslega að finna maður tímir ekki einhvern veginn, ef maður þriftar eitthvað, þá held ég lengur. Já, og það er líka svona búningadæmi, þú veist, það er eitthvað sem getur actually pickað upp líka aftur. Já. Og líka bara eitthvað, þú veist, þeir eru alveg flottir, eða ekki? Jú, er bara svona bækar stórir leðjakkar. Þeir eru svona veglegir, svona þriftaðir alvöru leðurjakkar. Já. Svo geggjaðir. Ég elska líka, fullt af hann er blazers.
leður blazers, já, þeir eru ég elska bestir. blazers. Svona já. oversized en ekki svona ekki of aðsniðnir skilur Nei, hérna, bara svona ef maður vill það look en við ætlum að fara yfir náttúrulega bara það sem er núna í gangi, við ætlum að byrja svona á litum Ok. og það er burgundy Já, það er hérna þessi. svona djúbrauður Gorgeous. en cherry er samt að cherry red er heldur ekkert farin sko. Það er nefnilega málið. Af því að ég held það svona smá eitthvað fokk, eitthvað er það farið, en ég held að það sé bara, þetta er bara bæði. Já, og það var líka bæði fyrra og þú veist, þegar maður er að lesa það núna þá er fólk bara cherry red is out, burgundy is in ég bara, þetta var bæði í fyrra líka, skilur Já, ég man eftir að vera þetta burgundy líka í fyrra, sko. Þannig að ekki sleppa rauðu flíkunum þó sé ekki nógu dökkrauð en svo náttúrulega bara chocolate brown bara classic chocolate brown classic fyrir hausti, love that leopard, náttúrulega still going strong love that það er bara ekki komin eitt nýtt nafn það lítur að koma eitthvað nýtt nafn það er eitthvað svona að fara dettin já, það er eitthvað svona trend að fara dettin kemur eftir smá já, það getur ekki gæst aftur þú veist, það var náttúrulega Brat Summer núna og svo, þú veist, nokkrum árum það var Hot Girl Summer þannig að hvað er að fara að koma núna í fyrra var Mob Wife já, satt spennandi já, spennandi en já, og líka bara allt animal print einhvern veginn já líka bara cowprint cowprint jakkar, cowprint stígvél það er alveg cool, sko, smá svona southern já. En þú veist, ég veit það ekki country vibe já, það er eitthvað svo skrítið samt einhvern veginn að vera Íslandi í því já, þetta er svona, þú veist, ég sé fyrir mér svona, þegar ég hugsa um þetta print þá hugsa ég um svona stuttan já, ég hugsa stuttan svona pínur rúskins jakka með cowprintinu já, stuttan já, ég hugsa stuttan ég sé bara svona alveg svo þú ert í nema með printinu, en samt svona loðin já, svona loðin með stuttuhárum þannig ekki eins og rúskin nei, þetta er bara feldur basically já. Vibes, og ég hugsa það svona, þú veist, það er ógeðslega svona við munum sjá þannig í London eða þú veist, fattar þau, svona stelpur labbandum þar, svona street style já, 100% þú veist, að því að við þú veist, veturinn kemur of hart hjá okkur mér finnst þetta smá verið svona transitional season vibes já veit ekki að því að þú veist, það er svona þetta er svona farmy svona þannig, ég veit það ekki en ég er spennt að sjá kannski er þetta bara geðið cool í snjónum, ég veit það ekki who knows en svo er náttúrulega eins og tala um rúskin það er mjög, mjög heitt núna já, það er sveit á einsku rúskin, já það er ógeðslega mikið inn núna og þú veist, þetta er ógeðslega cool ef þetta er einmitt ekki nýtt já Veist hvað ég meina? Nema að þú finnur eitthvað nýtt sem er með þetta svona vintage feel. Feel, já. Bara svona allir jakkar vera betri eða þeir eru með vintage feel og líka með töskur. Já. Svona lúka smá eins og þetta sé vintage. Já, sammála. Ég veit ekki af hverju. En já, það er mikið bara jökkum, stígvélum, töskum. Töskum, svona stórum töskum, juicy. Love that. Mjög cute. Og annar litur er svona butter yellow og búin að vera mikið í sumar líka. En svona föl gulur og það er svona gekk cute að inkorporata það í your wardrobe en ég held að sé líka bara alltaf hint af lit við allt þetta basic, skilur bara líka emerald green til dæmis bara svona vera kannski öllu brúninu og svo hint af græn, skilur bara grændir og græni skór eitthvað, svona smá pop of color mér finnst það alltaf mjög skemmtilegt en svo er líka plaid sem er köflótt það er coming back það tók svona sitt season árið 2020 maður voru allir svona plaid í jökkum nei, ég var ólétt og var svona ég man eftir þessu þannig að það er coming back ég held bara, ég tók þátt í þessu einmitt, nema þú veist plaid skirts og eitthvað líka núna þess að ég get alveg sé fyrir mér að sumir muni púla þetta já, sumir muni gera ég sé fyrir mér svona gælur í París eitthvað með, þú veist, í svona plaid skirts með belti og svona há boots og sokkabúsum 100% þetta gæti alveg verið cute, sko þetta verður alveg cute en ég fyrst ég bara svona hugsaði plaid ég bara, það er eitthvað við það það er polka dots og plaid það er bara bæðið svona, já, ég er sammála polka dots svona döppbottur, skilur en það getur alveg verið cute getur nefnilega alveg verið cute, sko það er bara, maður færi svona childhood dæmi maður er svona, þú veist, þetta er bara það, þú veist, hljóma bara svo, maður var þegar maður var krakki svo svona, ok, það er alveg að gera þetta cute svo x mikið stripes líka það stripes getur verið ómikið ef verið geðveitt spotton og cute nú er þessu nátt stripe buksuna sem eru búin að vera geðveitt trending, skil, það er geðveitt cute en já, vissilega getur það verið bara geðveitt overwhelming líka
Er ekki líka navy blue? Jú, navy blue mikið líka, navy líka. Já, það eiginlega rosalega bara mikið allir litir fyrst mér, nema Já, bara aðeins svona dekkri, já. Dýpri. Já, ekki þú veist, en þú veist samt einhvern veginn, sé alveg fyrir mig líka bleikan einhvern veginn, Bleikur eru alltaf. þú veist, bleikur fer aldrei. Nei, bleikur eru Og alltaf. við vitum að við erum ekki, þú veist, Við erum ekki biased. Við erum ekki biased. Nei, við erum vissulega biased. Já. En þú veist, það er alltaf þetta að gera þessa liti einhvern veginn cute, haustlega, skilur. Ég elska bara liti, þannig að Já. það megi aldrei fara. Nei, það fara aldrei. Nei. Ah. Það er stránglega bannað. Algjörlega. En svo ef við förum aðeins í svona hvað, þú veist, hvað bara. Hvað? Já. Hvað? Track pants. Já, ok. Svona bara íþróttabuxur. með svona röndum á hlíðanum, skilur bara svona gömlu góðu tracks. Já. Oversized. Cute. Þetta er gaman að sjá hvað þú googlar. Já, veist, ég skrif alltaf bara, veist, ég ætti kannski að geta frekar Pinterest. Þetta er meira svona, það sem kemur þarna, ég er meira ekki með svona cuffs að neðan, Nei, þú ert að tala bara straight leg, plain, oversized, með svona línum á hlíðanum. Það var líka fyrir smá síðan. Það er alveg búið að vera alveg oft. Já, það kemur alveg svolítið ofti mitt. Ég ætla bara að gera þetta frekar á hérna. Það er að koma náttúrulega líka, bara upp á all sísonu okkar loðkápusísonu og loðhattanir, ég er svo spennt að fyrir að nota til loðhattan okkar. Það er þetta greinast, ég get eðla spennt. Við vorum alltaf þekktar fyrir það hana úti í Manchester, sko. Já, við bara... Gæluna með loðhattana. Já, elska. Já, sko, ég elska allt svona, þú veist, sem er þægilegt. Allt þægilegt. Eins og bara jakkar, alltaf þægilegir. Þú veist, þegar maður er svona, allan að minn stíl er yfirleitt svona oversize jakki. Já. Ég er eiginlega yfirleitt aldrei í þröngum jökkum. Stundum. Já, þú veist, það gerist alveg, en svona, það er svona þægilegt, þannig að þú veist, þetta er svona track pants, hoodies, ég sá líka að það er alveg, þú veist, verður mjög vinsælt núna í haust, bara svona hoodies under everything dæmi. Já, hoodies under blazer, bara langar að æla. Elska. Nei, en manstu bara ekki þegar við vorum í MS og þú varst alltaf í svona hoodie sem var svona smá, þú veist, það er að geta cute dag. Ég sé bara svona fyrir mér bara svona þröngan blazer yfir það, því að maður átti ekkert annað. Já. Við svona fæði svona, smá svona, og þegar maður, þú veist, gælurna voru í svona cropped, svona hættupeysu, sem var ekki oversized. Já. Þröngum blazer yfir og með derhúfu, skilur. Já, nei, þetta í dag og skinny jeans. Já, í dag er það alltaf að hugsta bara Hailey Bieber stæl. Já. Og það hugsta bara oversized hoodie with oversized jacket, það er bara svona... Það er cute, sko. Hversu comfy getur það verið? Já. Bara, elska. Bara svona, þú veist, hugsa bara hættupeysu undir blazer, það fæ ég svona, skilur, instantly, ég var svona... Ég hugsa bara svona Hailey. Já, það er náttúrulega cute. Já. En svo náttúrulega bara knit season, bara allt prjóna vibes, stórar peysur og every time favorite. Ég var að fá mér svo sæta bleika. Er það? Já, bleika knits. Cute. Ég þarf að fá mig fleiri bleikar. Ég þarf að fá mig bleikar. Bara yfir höfuð? Já. Það verður sniðut. Já. Off-shoulders knits líka. Bara svona eitthvað svona þægild og líka bara off-shoulder yfir höfuð. Bara eitthvað þröngibólir og þú veist, það er líka svona ekki cute ef þú ert að fara út að borða og eitthvað þannig og vilt bara svona fara simple outfit en samt cute fara bara eitthvað off-shoulder, þá svona bara basically búin að gera outfitið, gott make-up eyrnalokkar, off-shoulder hair, it's cute so cute turtlenecks já, back. Ok það fer sumum svo ógeðslega vel ég elska bara þessa hálfu já þú veist, þetta er svona svo lengi sem maður lætur mann ekki fá undröku. Já, þetta er svona smá svona skimsvæpið, þú veist, eins og hennar turtlenecks, en þú veist, ég var alveg tíma på þetta, menn ég svo voru hér, það fer mér ekki. Jú, ég held að það farið alveg. Jú. Ok, það ferður ekki. Það fer mér ekki neitt. En mér finnst það cute, mér finnst það líka sérstaklega á kallmönnum, svona í turtlenecks, ég veit ekki hvað það er eitthvað svona, þetta er svona giving svona the ski Jude Law type en þá þarf þetta að vera smá oversized ertu ekki að hugsa það? Ekki náttúrulega ekki nýþröng, skilur Nei, ég hugsa oft bara svona nýþröng Nei, bara prjónapeysur, skilur það er geggjað, þú veist, bara á öllum sammála því en þú veist, ef maður hugsa svona nýþröngt bara Já, það, þú veist, já, nei, ég hef ekki séð það á kallmönnum, en það er ekki Nei Svona Steve Jobs dæmi Er hann í tætt? Er hann ekki bara í svona prjónapeysu með lausum græða? Nei Hvað meinar Steve Jobs er alveg hunk?
Veistu það? Það var. Ok, hún aðeins lausari hér en hann hefur alveg, já, ok, slaka á. Hérna, ég vil tala tölunum mína. Ég alveg slögg, sko. Já, ok, ég finn ekki mynd. En ég að hugsa svona nýþröngt, svona turtleneck, svona alveg. Ég held að þú þurfir aðeins að gefa þessu smá, googlaði Pinterest eða turtleneck male aesthetic. Þú veist, ef maður vill finna eitthvað flott á Pinterest, þá er maður alltaf að setja aesthetic í endan á það. Nei, ég alveg, þú veist, ég sammála að þetta sé cute með hærri kraga náttúrulega, þetta hérna. Bara smá loose. Svona smá loose, en þú veist, alveg þetta hérna. Já, það er náttúrulega bara aðeins svo slill stærð þessu. Já, svo gemur smá kviða. En ég sammála. Mér finnst það clean. Já. Svona flott, clean boy look. Clean boy. Já. Cute. Cute. Algjörlega. Hérna, hvað voru að tala um? Clean boy. Clean boy. Steve Jobs. Steve Jobs, clean. Talað clean. Hérna, Turtlenecks. Turtlenecks. Það veit ekki hvað það minnum að blush. Bara turtlenecks. Og því það eru svona eins og smá turtle eitthvað. Svo smokkur. Já, eitthvað þannig. En hérna, við vorum alltaf í Keiluhöllinni í seinustu viku. Það var ógeðslega gaman. Bara takk allir sem komið. Það var sturla gaman. Ógeðslega gaman. Mikið stemming. Við vorum alltaf fyrir 4 ára. Já, við erum orðna 4 ára núna. Við erum stórar. Já, heldum svona smá svona, ammali svona aðeins fyrir, eins og maður gerir, bara on a party day, því við áttum bara ammali á 3. degi. Þannig að heldum það, ég gerði þetta ógeðslega gaman og við vorum í our most sparkly dresses ever. Þið djúltvarðið flottir. Ógeðslega flottir. Já, og líka, við vorum óvart í þessum kjólum. Birta ætlaði að vera sínum og ég ætlaði að vera öðru sem við keyptum saman, svo átti ég þennan. Já. Bara laying around. Já. Og hann var svo matching. Þú veist það, þetta var fullkomið. Ég er svo ánægð að við vorum bara, jú, herðu, núna er tækifæri, við gerum þetta núna, þú veist, við ætlum að vera í þessu. Og að því við vorum ekki svona, er þetta of fancy, svo bara, you can never be too fancy for your own birthday. Ángríns. Það var svo gaman. Ógeðslega gaman. En þar, einmitt, við gáum titilinn number 1 Tebo's Besti. Það sem var lið með 4 stelpum sem unnið það. Og hérna, þær fengu alveg svona ekstra pakka, eða svona geggjan pakka frá okkur. Svo vorum við líka bara með celebrity quiz, þar sem að þeir sem fyrsta, annað og 3. sæti fengu öll verðlaun. Og í öðru sæti leyndist þeim eitt geggjaðu pakki frá Blush. Og þar vorum við með Lyric Wand frá Reset. Lyric Wand frá Reset. Og hérna, hann bara hljómar rosalega vel. Já, hann gerir það. Þetta er svona vöndur, en ekki sama á vara mánaðarins, svona aðeins minni, eða ekki? Jú. Aðeins minni vöndur. Held það. Við gátum ekki, opnuðum hann ekki og skoðum hann ekki alveg. Nei, umbúðina voru svona, skilur. Já, einmitt. En það sem ég var líka svo geggjað var að við fengum líka til að gefa vinninga var hreinsifróð og sleipaefni. Já. Og forlegsspili. Þetta er bara svona the perfect gift. Já. Og þú veist, eins og sé núna, þú ert inn á blössiðinni, það kemur þetta allt þarna í plús og svo auðvelt að hendi sér bara í körfuna til að gera geggjaðan gafakassa fyrir eitthvað sem ammali eða eitthvað hannig. Akkurat, það er eitthvað sem ekki gleyma með og þá getur við tekið bara sleipöfnir. Það var mest að eiga hreinsifróðina, skilur við með þessu. Já, þannig að það er svona góður reminder. Mjög góður reminder. Stay clean. Clean boy í turtleneck. Gáum líka Satisfyer. Við gáum líka Satisfyer, ferðarsatisfyer eða ekki? Nei, jú. Og svona mini? Já, og svona, já. Ferðar sem við svona með x skiptum, við gáum einhverjum í salnum það. Já. Og svo gáum við líka öllum number 1 Tebo's Besties bara, minni Satisfyer. Þannig að það var ógeðslega gaman. Þið vinnið yfirleitt alltaf eru með eitthvað geggja vinninga frá Blush þegar við heldum Keiluhöllar stuð, sko. En við vorum líka með sneak peek af jólapakkan frá K18. Satt. Og einhverjum nokkrum gafaöskjum frá 11 líka. Þetta er svo fallegt. Oh my god. K18 jólapakkin samt. Við megum ekki segja neitt, nefnum við bara segja smá. Þetta er öskjur. Ég elska öskjur. Jólagjöf, ég líka. Ég elska allt sem kemur í pakka. Já, og svo gaman að pakka inn. Já, nú byrja að tala um jólagjöf strax. En þú veist, fólk á afmæli líka. Já, en líka bara byrja að kaupa jólagjöf núna, sko, í alveg. Ángríns. Það er ekki ósniðut. Nei. Byrja að gera lista. Do it right now. Og tikka það af þessu. It's so smart. Og eða þú ert að versla á netinu, hann ætla ekki að nota netgíró. Bara tjekkið þið hvort að netgíró sé búið upp á vefverslunum sem þeir og notið það því það er örugast og þægilegast. Safe, ekkert kort, bara netgíró. Þægilegt, einfalt og very safe. Þannig mælum sjúklega mikið með. Við erum að detta inn í, sem helst í hendur við haustfrætti, við erum að detta inn í the shopping
season. Maður er doldið mikið að shoppa og treat yourself núna, sko. Maður treat yourself Já. og svo jólin að koma og Yep. svo Halloween að koma og þá ertu líka buying some stuff for your Halloween party eða fyrir búningin og svo nóvember að koma og þá bara ókslega mikið líka. Einmitt. Það bara, svo ekki við desember, þannig að þetta ókslega mikið shopping season, þannig að höfum það í huga. Jep. En til að halda áfram eftir turtlenecks þá það voru alltaf sokkar að koma inn, svona litaðir sokkar eða sokkar, blúndusokkar, einhvers konar statement sokkar, af því að það er alltaf með sokkarna upp úr núna í Gen Z-in, sko. Það er allir búin að hætta þess að hæla sokkunum, sko. Þú skammast þín ekki núna að fara í hælasokka. Víst, jú, alltaf. Já, ég fór til hælasokka daginn, ég fer yfirleitt í þá, ég á svona þægilega æfinga hælasokka, skilur. Þá fer ég alltaf í svona flerbuxur yfir og svo og skipti ég buxur og glemdi að skipta sokka daginn og ég fór í heitan tíma og ég var bara, ég er svo fáið ég var svo meðvitið með allan tíman. Þú veist, hvað er að? Ég er alltaf bara á tásunum í heitum tímum, Já, sko. ekki ég nefnilega. Ég er með tásukomplexu, þannig ég held mér bara fyrir alla þá held ég mér í sokkum. Það rennur ekki mikið þegar þú ert táslánum með. Meira ef ég er í sokkum. Því maður er svo mikið í þessum tímum sem við erum að fara í HBT, þá er það svo mikið á gólfinu. Já, þá myndi ég renna meira í Já, sokkum. ég er alltaf í skóm þá og svo fer ég úr skónum þegar ég förum í dýnuna, skilur. Nei, ég renna ekki. Nei, en ég er svona gott. Já. Já, stóri treflar, ég er spennt að nota treflana. Keypti það 2 trefla í fyrra. Já, þú gerði það. Já, þú getur einn, eða ég? Nei, það er alveg 2 ár síðan. Getur þú ekki Jack Moose líka? Nei, þú varst ekki já. Ég var ekki París. Því svo líka ég keypti í Amsterdam, ég ætla að kaupa fyrir okkur bleiku Jack Moose treflana. We need them, sko. Herðu. Það er ekki seint. Við erum að fara út. Coming up, þannig að við getum alveg náði ykkur trefla, sko. Og svo núna er búið að vera undanfarið og ætlum að gera meira sem er skemmtilegt. Ég ger þetta heila á all töskunum mínu, þetta er svona charms. Já, það er svo cute. Já, og það er svo geggjað, það sem ég elskar að gera er að fara, þegar ég fætti útlanda, sem við erum náttúrulega að gera núna, er að kaupa svona í svona túristabúð og setja það, þú veist, ég er með á öllum töskunum mínu núna, ég er með París, ég er með Morocco, svona Little Camel og bara svona úr öllu ferðunum er ég búin að kaupa alls konar, keypti líka Króatíu og setja það svona á töskurnar. Já, svo cute. Það er líka svona memory dæmi. Já. Og líka bara svona eða þú veist að gefa vinkoninu eitthvað svona litla gjafir, eða ammálsgjafir, gefa henni eitthvað svona charms. Það er cute. Það er svona alltaf þegar þú horfir á töskuna svona, ég veist ekki að með þetta. Já, það er so cute. Já. Einu sem er leiðilegt við þessar charms er að það oft skemmast svo fljótt. Þú veist, svona liturinn glatast og þannig. Ég var einmitt með því ég fór á EM, þú veist, hvað er 2014 eða eitthvað, hvað maður vita? Nei, ok, var 2016. Þú veist, þá keypti ég einmitt svona Eiffelturn charms og var með á Marc Jacobs töskunum minni, ekki aðeins lengi. En svo bara svona misti að liti sinn. Fattu hvað ég meina? Það er svolítið. Já. Akkur gerst það? Rigningu eða? Nei, ég veit það ekki, bara þú veist, over time. Við keyptum okkur í New York. Manstu? Já, við keyptum okkur í New York. Já, það er ógeðslega kjút. Já, það er ógeðslega kjút. Ég keyptum með svona lítinn taxa og epli og eitthvað svona. Það er mitt svo leis. Finna það. Vistu það ekki um það? Nei. Ég seti það bara beint í töskunum, já. Já, ég þarf að finna mitt. Og líka, þú veist, ég með núna eiginlega 1-2 á öllum svona aðal stóru töskunum mínum. Já, sem hún notar. Já. En svo er alveg gaman líka að setja mikið á einhver eina tösku, bara svona gera hana geðið charmed, ef það er fyrir þig. Legglífar, við erum ennþá að tala um þær. Við erum ennþá að tala um þær. Og, já, ímyndaði svona yfir bútsinn eða eitthvað svona, því núna er svona geð mikið, svona, mér langar að segja, svona törstól þema á svona stígulum, skilur. Já, svona bretta niður. Nei, hvað heitir þetta? Þau eru með svona forrúð, basically. Já, sem kemur svona yfir hælinn. Já. Nú getur gert, þú veist, hælaskona hérna að þannig sko með legglífum eða sett þannig yfir venjuleg stígulin. Þannig að það er basically, þau stígul er ekki aðal stígulin frá Givenchy eða... Jú, er það ekki? Og ég selja, ég man það ekki alveg. Og þú veist, það er komið fullt af dúbs núna, ég á með einn sem er dúbs úr bara söru eða eitthvað. Og þannig að þú veist, þetta er basically legglífa trend, sko. Já, hvað heitir þetta? Shark boots. Já, hvað heitir samt, þetta heitir eitthvað annað. Heitir þetta eitthvað annað? Já, þessi sem fyrir á Givenchy heitir greinlega Shark boots, en hvað heitir það? Shark? Ég veit það ekki. Foldover, já.
Já, þannig að þið vil leita þessi fold-over boots, það er mjög trendy. Með forhúð. Það er basically smá þess að forhúð. Sko ég meina, þau eru ekki circumcised. Það er svona svo cute. Þetta er ógeðslega cute. Þetta gerir svona stífilin að meira einhvern veginn outfiti. Já, ef þú ert í, þú veist, þú þarft eiginlega að vera í, virkar þetta vel við buxur, heldur það? Þú veist, ég er stundum í svona oversized buxum og þá sést það náttúrulega eiginlega ekkert, sko. Nei, einmitt. En þetta er gott í, þú veist, annarkar stuðbuxum eða kjól eða pilsi, skilur við. Sést það best, en þú veist, og náttúrulega líka Caprice við þetta, skilur við, núna já. Þú veist, Caprice er ekki að fara að hætta, það er meira svona kannski að fara að vera stælt með boots, til dæmis, og kannski vera meira svona flott, núna veturinn er svona smá oversized Caprice, ekki samt jorts, skilur við. Þetta mitt á milli? Já, mitt á milli, en líka hitt, skilur við, það er alveg svona ákveði cute vibes, þannig, en svo náttúrulega, þú veist, getur verið straight like jeans, eins og ég er í núna sem að kalla, ég held að þú veist Gen Z er að kalla það skinny jeans. Ég veit það. Akkur eru þau að rugglast? Þau bara veit ekki hvað þetta er. Þau hafa aldrei séð, aldrei verið traumatized by it. Þau hafa aldrei séð bara spray on. Leggings sem fucking bara leggings efni. Nei. Þetta lúkka þessu gallabuxur. Já. Þú ætlum að flott að vera rassi í því maður. Já. Bara leggings gallabuxur. Já. Traumatized. Þú varst alltaf að kaupa þér daginn jogger gallabuxur. Já. Þú tróma þess að mistáðu það en það, ég var bara, hvað ertu að fara að sína mér? Nei, býttu. Ég var að kaupa mér, hvað sagði? Ég sagði við eitthvað svona, joggingbuxur sem eru gallabuxur, þú varst bara, ha? Ég var bara, nei, ég sá fyrir mig bara svona bláar joggingbuxur úr fake, svona, með svona gallaprinti og svona prentuðu fake vösum á, skilur við, eins og var í gamla það. En nei, það voru mjög cute, það voru bara svona, það voru líka ekki eins og beint jogging, það var svona meira aðeins stífara efni en jogging. Já, kannski meira svona smá draktarbuksu, einhvern veginn, en samt þægilegt, en samt, og í þessu dökk-bláa. Já, alveg svona dark blue, þannig að þetta var svona eins og þetta væri smá denim efni sem er samt, þú veist, mýgra heldur en denim. Þannig að, en þú veist, ég sá þessa buksur út allt á TikTok nefnilega. Jaha. Það var eitthvað Zara viral pants, eitthvað, so comfy, og ég var bara eitthvað, og fannstu þær að pantar þar? Nei, ég sá þær bara á netinu, svo fór ég í Söru og sá þær, og ég var bara, you know what? I'll try it. Og eru þær með, þú veist, eru þær með bandi eða eru þær með hneppu? Þær eru með hneppum, en bandi til þess að þrengja. Ok, því þessu joggers eru náttúrulega með svona til að reyma, skilur. En þetta er svona, þú veist, þetta er svona oversized, nice, bara, þú veist, nice þægilegt, skilur. Það er bara cute. Elskum allt sem er þægilegt. Ok, næsta hjá mér er clutches, veski sem eru clutches. Bara halda þið mjög impractical en cute. Mjög cute. Svo litaðar eða printed sokkabuxur. Já. Ég man í fyrra, það var náttúrulega komin litaðar sokkabuxur og rauðar sokkabuxur í fyrra. Já, þú fórst alveg í rauðar. Nei, ég fór aldrei í þess. Jú, tókst hennar myndi? Ég tók hennar myndi, já. Í Jack Moose peysunni? Já, rauðu peysunni. Já. Ég sá það í skápnum daginn, ég gleymd að nota þess. No. I did not. Já. Ég fór á þeim á date night, alveg rétt. Ok, það er gott. En svo líka bara svona eitthvað leopard print og blúndu sokkabusuna. Já, mér finnst það ógeðslega sætt. Það er alveg mjög cute, sko. Svona, þú veist, segjum sett í boots og svo ertu kannski í, þú veist, einhverju pilsi eða svona stuttum kjól eða eins og ógeðslega margir eru í svona oversized knit peysum, þannig að það er semi svo sérst kjóll eða og svo sérst svona blundu sokk fyrir svo milli, það er svo kjótt. Það er mjög kjótt. En líka bara að vera í pilsi og oversized peysu yfir, þannig að sjá svona smá í pilsi, skilur við. Ok, spennt að fara til útlanda. Ekki outfits. Við erum alltaf planað mögulega líka að fara til París, sko. Já, einmitt. Ég elskar París sem mikið. Það er sko alltaf, ég verð svona fyrst in my head, ég verð að klára London til þess að geta hugsað að þetta er svo svart og hvítt. Þetta er allt annað, sko. Allt annað. En ég var bara svona hugsa París í fyrra, ég var bara svona, vá, komið langar aftur, svo var bara, hey, við erum að fara. Já. The girls trips are coming up. Já, ok. Það er ekki lægið okkur, sko. Nei, sorry, en girls trip helgaferðir á vetuna, það er bara nothing that fucking beats it, sko. Nothing, sko. Þetta er það skemmtilega sem ég veit sko. Nothing beats it. Og líka, þú veist, að því að þú veist, með París á þessum tíma, svona nóvember, eins og við erum að hugsa eitthvað, enda nóvember, byrja desember, og þú veist, eða byrja nóvember, skiptir ekki máli. Þú veist, þetta bara heita súkkulaði, loðjakkarnir, þetta er svo mikið vibes, lappa í svona hlýjum, en samt cute outfitum. Já, bara cute myndir, hoppa. Ég er svo spennt að fara. Já.
Vá, ok, ég glemdi líka í litunum, ég skrifaði en ég staði það ekki á hann, en svona olive grænn. Já, Líka. ég elska bara allt græn. Þú veist, manstu þegar matcha grænn var, Já, sem basically það sama, en olive grænn svona aðeins nær kaki, en samt einhvern veginn basically sami liturinn. já. Þannig að olive græn og allt svona olive í einhvern veginn, that's back. Það ekki búið að vera alveg í svona Nei, smá kannski tíma, sko, ekki. ekki eins mikið. Þú veist, það alltaf flott, skilur, en það ekki, núna það að koma inn svona aðeins, munum við að sjá það mikið bara í öllum þessum sjoppum sem við förum í. Já, örugglega. Ég mjög spennt. En svo bara bangles í skartinu, chunky arbönd og núna silfur seasoni að koma Já. aftur. Þú veist, það náttúrulega allir sem eru annarkvort gull eða silfur, þú veist, ég bæði. Já. Það fer eiginlega eftir bara svona hvað mér finnst gaman að mixa því. Já. Og helst svona á þessu svona hausttímabilinu, þá finnst mér gaman að fara í silfri. Mér finnst það bara, ég reyna að gera bara út frá outfitu sem ég er í. Já, líka það. Já. Þú veist, eða þessu núna er ég með silfur neppur í öllu, þá fer ég silfur með því, skilju, en ég sátt alveg gull eyrnaloka, þess bara sjást ekki. Já. En þetta ekki það alvarlegt, en ég sé samt strax bara húðum mér verður bara svona smá föl. Ég veit að það allt þetta cool tones. Já, þú veist, það fer mér ekki eins vel, en það bara svo cute. Ég veit að það svo cute. Ok, svo erum við með lace pillsin, þau eru still going, blúndupils, still going strong, hérna erum við með hættupeysur undir kápur. Elska lace pillsin, sko. Gollurnar góðu. Já, það er ekki það sem við tókum trenda og þú voru bara, oi, gollur, skilur gollur. Það var bara þegar við vorum með Hildi í fyrra. Já. Nei, alveg, var það í fyrra? Var það hitt í fyrra, sko. Ég man ekki alveg, en það er alveg smá síðan. Það er allan meira en ár síðan. Já, í fyrra. Það er ár. Já. Nei, ég man ekki hvort það sé bara árun áður eða hvort það sé. Var það ekki haustrendir í fyrra? Gæti alveg verið. En þá voru bara, en svo, I'm so sold. Já, elska gollur. Og sérstaklega fyrir mig, bara svo smá óhersest gollur, sko. Og svona boleros, svona ermar. Það er náttúrulega bara, elska ermar og alltaf bara ég var að fá ég lítil, elska ermar. Já, oversized crop gollur líka núna. Já. Ekki full length, cropped, oversized. Það er alltaf vibe. Það er svo cute. Já, það er mjög cute. Stuttermagólur líka. Þetta er alltaf sætt. Það er alltaf svona Paris, Chanel. Mér langar að vera með heitt kakó með því. Veistu hvað ég meina? Sophisticated. Já. Og svo eru svona 50s style jakkar og bólir. Það er svona kraga, veit ég hvernig útskýra það í máli. Ok. Ég ætla að reyna að finna svona og sína þið. Ég er náttúrulega ekki hægt að googla, ég þarf að fara með þetta inn á Pinteresti, sko. Já, hvað myndir, ég er að skrifa hérna 50 style jacket, ég fæ ekki. Style jacket. Þetta er svona smá Chanel vibes. Já. Og svona aðsniðnir í mittið. Og með smá, sumir eða með smá kannski axlapúða. Þetta er bara svona, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig að googla þetta í dag. Ég sá þetta daginn. Kannski er ég að segja vitlaust ár. Ég ætla að skrifa þetta hjá mér. Þetta er, þú veist, það er alltaf að koma núna blazerarnir eru að koma út aldrei aðsniðnir í mittið. Já. Veistu hvað ég meina? Jú, og einmitt svona stærri neppur og... Já, smá svona... Chanel, old money look. Ég finn ekki fucking dæmi þetta akkurat núna. Nema bara af svona gömlum jökkum, skilur. Já, einmitt, svona alveg bara. Já, snatch waist og svo eru, þú veist, hérna. Lillian jacket. Lillian. Gæti það verið? Þetta ekki? Lillian jacket. Þetta? Nei, ok, þetta er eitthvað random hérna. Þetta er alltaf svona kragarnir eru svona, þú veist, það er ekki svona cute kragar og það er líka að koma í stuttur með bóli svona góðir svona cute 50s vibes, skilur, þetta er ekki þetta svona, þessi kallast China kragi svona sharp, þannig að mér er svona ringlaga, skilur. Já, meira svona smooth edges. Já. Þetta er svona, þú veist, pínu þessi en samt ekki. Já, smá svona vibes. Já. Einmitt. Svona rúnaðara og það og líka í þá skirtum og bólum og svona þessi kragi. Einmitt. Og svo líka tweed
pils og jakka kombo eða þetta Chanel look, skilur. Það var ógeðslega margir sem púla þetta og geða þetta vel. Ég veit ekki akkur, ég bara púla þetta ekki. Ég ger ekki heldur, sko. Ég er ekki nógu old money, held ég, vibes fyrir þetta. En, já, bara svona þannig kombo, bara geða mikið svona Blair Waldorf eitthvað neginn. Já, Blair Waldorf, Já. 100%. Hnésið pils, þú veist, midi og maxi er ennþá, skilur. Já. En svo núna svona hnésið. Svona pencil skirt. Smá þannig, en kannski aðeins víðari. Aðeins víðari, já. En bara cute. Svo puffy, pils, puffy midi. Já. Þú veist. Þá minna heldur en svona balloon-dæmi, eða það ekki? Sko lengra. Já, lengra, en samt sama stíl. Já, svipað. Wow. Og líka bara svona bein puffy, skilur Já. Bara, þú veist, Einmitt. sem að myndur ekki að fara vel við þessu 50s looki, skilur. Já, akkurat. En já, maður sjá, þröng maxi-pils líka, við náttúrulega elskum það. Bara svona alveg þröng maxi niður. Og svona, ég sá líka eitthvað að það væri svona, þú veist, meira svona structured maxi-pils, svona eins og, þú veist, eins og þetta sé, þú veist, dræktabuxur ofan eitthvað, svo er þetta pils. Þannig að Já, svona office vibes. Já, office vibes, já. Það er rosa mikið svona, einmitt, sem er verið að tala um fyrir trendi, svona, sem er svona sophisticated. Þess vegna eins og við séum hægt að vera svona, eins og sum trendsjörinn að draga okkur í áttuna frá street style og meira í svona Já, svona office sophisticated Chanel clean girl eitthvað. Já. Ég er eitthvað smart girl. Það er alltaf einhver tvö aesthetics, það er svo þetta sophisticated, svo kemur þetta mob wife, skilur, sem er bara andstæðan. Já. Svona eins og demure í sumar og svo brett, skilur. Það er alltaf svona tvær aðaltýpur og svo er hann svona alls konar eins og þú vilt bara. Svo erum við með plate pilsin, hvernig sagði ég það á hann? Plate, já. Er ekki plate? Plaid, já. Plaid pils, köflótt pils, eins og tölum við á hann. Aðsniðinir blazers, meira fitted og cropped. Blazer bólis. Ok. Það er svona kókst í finna dæmi. Svona, þú veist, bólir sem lukkar smá, við erum alltaf með vestin, nema bara bólur. Bólur, ok. Blazer shirt. Interesting. Það getur alveg verið mjög cute að sjá. Já, þetta er svona með þessum blazer detailum, skilur við, sem gerir þetta smá allt meira fancy. Og svo axlabúðar í jakka og blazer og peysur. En samt með fitted mitti, skilur. Já, það er stórt lítið, Ég mun alveg láta það í friði. Það grínast. Ég er með mínar axlir, ég þarf ekki að púða. Nei, þú veist, ég er líka bara, ég er með mín brjóst, bara ef ég fyrir að þrengja mikið í mittinu, þá lúka bara eins og ég sé bara, ég veit ekki, eins og ég sé svona í korsetti undir, sé svona að reyna að vera eitthvað svona milk, þú veist. Milkmaid. Já, bara, forget about it. Og svo er líka svona smá svona 50s flowy skyrtur, svona flowy með erma dítelum og smá svona pirate og pæleri, veist hvað ég meina, og svona fallegum details og svona fallegum krögum. Elskar svona binda einhvað svona. Já, smá pirates, var ég búin að segja það. Já. Og svo ankle jeans sem stoppa, fara ekki svona langt eins og við viljum hafa þær núna í dag eða erum búin að vilja, heldur stoppa svona fyrir ofan ökla. Ok, þannig að það passa bara við hæla skó þá, eða? Já, veist. Að því að valla erst að fara við strigaskónum í hæla sokkunum. Nei, ekki heldur í venjulegum sokkum. Akkurat. Og ekki neinum sokkum. Einmitt, nema þú sért í þannig skóm. Já, nema bara, ég held að það passi bara við hæla skó. Já. Svo þetta sé svona smooth í hérna bara look. Já. En þú getur líka verið í, skilur, ankle boots við það, skilur. En þetta er eitthvað svona má ræða mig. Af því að þetta bara stytti mig. Já. Ég er ekki með langa leggi fyrir. Ekki heldur. Og það má, þú veist, það gerir svo mikið fyrir mig að vera í síðan. En don't worry, hinn er ekkert að fara neitt. Nei, ég veit. En þetta er bara eitthvað sem þú mynd kannski sjá mér af. Já. Líka. Bara ég er svona. Svo hérna, þú veist, stoppa hérna, öklanir eru geðið kjút af þessari. Mjög kjút af þessari stelpu. Bara flott hjá henni.
Já, náttúrulega ekki, þú veist, ég hugsa þetta fyrst sko þröngar, við erum ekki að hugsa þröngar. Já, nei. En svo hérna, þú veist, ég get þetta ekki. Já, þú þarft alveg að þú veist, ég þyrfti, svo ég myndi vilja fara í þetta trend, vera með Kendall Jenner jeans, en hérna lappir, sko. Já, sem. Þú veist, ég persónulega. Þetta er gott fyrir tall besties, sko, þessar lappalöngu. Eða svona extra petite hérna og svona litlar lágvaxnar sem sko svona púla þetta gæðast vel að því að þær eru það litlar. Já, trú. Ok, hvað er það komin? Denim on denim náttúrulega. Það er ekki farið síðan, ég veit ekki. Það er búið að vera 3-4. Nei, bara síðan denim kom eða eitthvað, sko. Það er alltaf einhvern. Nei, það kom alveg heit á denim on denim í mörg ár, sko. Já, svona 2014 til. Já, svo var bara þegar tebúið var að byrja, voru bara denim on denim í ár. Nei, í alvörunni. It's back. Já, þannig að það er still staying back. Mér er það cute, sko. Já. Ég kom þangað. Og bara alltaf trousers, blazer pants, clean. Bara þú veist, para með góðu belti, góðu vintage, kannski þriftuðu belti. Bara sjöskis. Perfect. Capris, ég nefndi það áðan. Suit shorts, sem er svona ekki beint capris og ekki beint hérna shorts, heldur svona sútaðar shorts. Svona blazer pants shorts, eitthvað neginn. Já, en ekki stuttar, sko. Líka stuttar. Er ekki að tala þú veist, bara svona? Nákvæmlega svona, bara svona nýja síðar. En það er líka náttúrulega shorts eru náttúrulega ennþá trending. Hérna líka. Já. En þú veist, að para þetta þá með sokkabuxum og boots. Ok. Og hafa það svona smá, smá gata á milli, skilur. Já, mér finnst þetta pínu kjút. Já, þetta er alls mjög kjút. Veit ég hvort ég púli þetta, en nei, ég veit ekki hvort ég myndi púli þetta heldur. En þú veist, það er svona típist sem að gaur myndi segja, ói, hvað er ljótt. Já, sem að gera enda flottra. Já, miklu flottra. Alltaf gaur er bara, hvað í hverju ertu að vera? Ég er bara, I'm serving, the girlies will love this. Já. Þú veist, þau gunni eitthvað svona, er þessi jakki, eða veist bara svona, er þetta ekki á stórt og það er bara, it's perfect. Já. Gríns. The perfect oversize. The perfect oversize. Ef þú lúkur þessi Alda Sandler, þá hata gæjar það og vel, sko. Yes, love it. En í skónum þá eru loafers season. Þú þarfst að draga þínu upp. Já. Ég er ekki að prófa þá eftir Bunyan. Já. Bunyan surgery. En það er samt meira trending að vera í flat loafers. En þú veist, maður leitur allt virka. Þessar mínur sem var á platformi. Já. En hérna ballet flats nema með sokkum núna. Blandaði svona sokkum við það. Ok. Þess, það gæti alveg verið cute, sko. Við hvað? Bara að þú ert í buxum að vera bara sokkum undir, skilur. Já, ég skil. Bara segjum að þetta segir svona nælon sokkar með kannski smá eitthvað svona lausir, eitthvað svona, ekki þröngir. Já. Ég held að gæti alveg verið cute fyrir ykkur ballet flat girls. Já. Náttúrulega all the boots. Uggs are back. Nema líka háir Uggs, eins og við vorum alltaf í grunnskóla. Já, bara þeir? Já. Mér sko, að því ég er ekki búin að hoppa á Uggs-vagnin, ég er ekki búin að kaupa mér, að mér finnst það geggjar, mér finnst það lúka óksla næs, það er svona, á ég að gera það í árið að verða að fara á næsta ári. Þetta er alltaf búið að vera heil lengi, sko. Ég veit, en það er samt ekki búið að vera heil lengi. Jú, alveg heil lengi. Mér, þú veist, þetta er búið að vera síðustu 2-3 ár, ekki mikið lengur. Jú, alveg lengur. Nei, það kom alveg alveg sem er Crocs, það kom alveg stopp á Uggs í smá tíma, sko. Já, en alveg 4 ár eða eitthvað, sko. Uggsarnir. Er það? Já, ég held alveg bara smá lengi. En já, ég myndi, þessi er bara fokkin þægilega, sko. Já. En ég myndi kaupa mér samt lága, sko. Það er þægilega. Já, ég held að líka myndi bara fara mér betur. Já. My legs. Já, legs, Sambas, ennþá going strong og bara allir þessi Adidas skór, spesiali skóttin líka ekki að mér langar í þannig, nefnum svona súkkulaði brúna. Súkkulaði brúna, svo flottir. Allir styrjaskór sem súkkulaði brúna, ég er bara slefa, sko. Gríns. Svo líka riding boots. Já, Plus legglífar undir og svo þetta svona legglífanar upp úr, skiluru. Bara geða þessi legglífum séns, eða háir sokkar upp úr bútsunum. Ok. Þannig að þú veist, basically að layer your riding boots. Ok. Sumir eru líka að tala hunter bootsin. Já, stígvélin. Bara stígvélin. Já. En það er svona, það munur ekki koma eitthvað harkalega, en þú veist, það er svona fucking cute. Það er alveg cute og það er mjög þægilegt, sérstaklega í Íslandi, sko. Já, hunter stígvélin er ógæðislega flott. Og hérna, já, hooded boots, ég skrifa það hérna. Já, fold over. Já, fold over, forhúða boots. Ok, svo fyrir við í hár. Hár, yes sir. Núna er dálítið svona
Slickback allan að cancel. Já, thank God samt, að það eyðilegur bara allt hár. En bara það samt svo þægilegt á þessum dögum sem man ekki að drífa svo hárið, sko. Nei, núna það svona meira relaxed slick. Já. Af því við erum að reyna að passa hárið okkar og ekki eyðilegja það sem slickback gerir. En það óslega fyndið samt að allt í einu slickbacki bara svona, hvað nú, ok? Cancelled. Það meira svona, það ekki cancelled. Nei, ég segi svona. En það meira svona effortless, bara svona, geða svona Serena basically Vanderwood, svona style hair, ekki alveg á einmitt, ekki svona alveg það úfið, veistu hvað ég meina? Nei. En svona, þú veist, þú hendi bara í tagl. Já. Skilurðu? Og svo líka bara svona, svona undone hair, effortless look, meira relaxed, ekki slikt. Og þú veist, svona low hérna, hvað heitir, ponytail og allt þetta. Low buns nema svona ekki, þannig að það basically að vera með hreint hár. Já. En við vorum svona að tala daginn og við ætlum að byrja að þrífa hára okkar meira. Nei, þú veist, það 100%. Það er bara flott. Þetta passa bara allt saman. Þú veist, þetta er bara vitundavakning sem fer á öll svið, skilur. Bara, auðvitað bara slickback bara er geðveikt næs þegar maður var, þú veist, að taka þessa daga inn á milli, þú veist. Og þetta er ókslega næs, skilur. Ég mun alveg ennþá grípa í þetta. Já, þú veist, það er aldrei átt, skilur. Nei, en en það er svolítið alveg rétt að, þú veist, þetta er svo mikið mýta að maður ekki verið að þrífa hárið sitt, þú veist, og þríða bara og hafði það bara kjút, skilur. Já. Mér finnst ekki leiðilegt að þrífa það, sko, eða þú veist, mér finnst eiginlega betra þegar þrífa það var svona, mér líður verð þegar ég er að tegja það, skilur. Það var svona, Já. En já, og líka mermaid messy curls, það er svona að koma alltaf inn í vetrun eða haustið líka, mér finnst það svona what? Já, það er vanlega svona summer vibes, en þú veist, núna bara svona dæmi það að geggja að nota þú veist, það svona bylgjujárn og krulljárn svona inn á milli, þannig að það lúkir smá svona blanda saman. Já. Það er svona allavega messy curls eru inn. Já. En þú veist, ég er ekki bara hægt að gera gott blow dry, sko. Nöyt. Það er bara bouncy curls. Never my life. Í make-up, þá er þetta aldrei núna að vera að vinna með no mascara og a bold lip. Þannig að bara segja bara engin maskari og bara rauðu varlitur. Já, ok. Sumir geta púlað, held ég, sko. Já, alveg klálega. Svo bara svona 90s make-up, þinnri augabrúnir. They're still there. Og þú veist, með mína reynslu þá áttu að vera með augabrúnir í stíli fucking háraðir. Já, ljósari. I can't do that, já. Þú veist, það bara öll kommentuðu allar stelpur sem ég sé bara svona eitthvað make-up tegn, það er bara your brows need to be lighter. Þú veist, bara síðan hvenar, þú veist, maður fæðist yfirleitt með dekkri augabrún heldur en hára á sig, maður gerir það til þess að gefa andlutinu kontrast. Já, ég er bara svona, þessi kynslu það aðeins að slaka á með að það hárið þurfa að matcha augabrúnar, sko. Já, ég er alveg sammála, sko. Og ég skil það alveg, þú veist, þegar eins og ég er með bara ná svartar augabrúnir og ljóst hár, þú veist, það er öðruvísi, en þú veist, mér leiði mig bara að vera öðruvísi. Takk. En þið líður líka bara vel, þannig að skiptir ekki einu sem máli, þú veist. Já, það fer mér ekki að vera með blítst augabrúnir. Líka það, ég færi bara ekki að gera það. Það er bara skemma þér. En þú veist, þetta mattsar við rótina mína. Já. Þannig er bara að leave me alone. Og alla þá sem eru eins. En þú veist, í alveg, ég er að sjá bara stelpur sem eru bara tóni dekkri. Og það er bara raun í það. Ég er bara, er ekki lægi. Nei, þetta er bara einelti. Já, þetta er bara rude. So rude. En hérna líka sem var það boyfriend blush. Það er svona, svona eins og boyfriendiðin hafi, þú veist, kærstiðin hafi gert your blush. Ha? Já, eða svona eins og hann sem ég veit ekki hvernig ég útskýru þetta. Það er bara að sína mynd. Eins og hann hafi látið þig blusha? Já, bara eins og hann er, skilur við. Já, þetta er svona basically eins og þessi kalt. Þessi hvað ég meina? Já, þessi mynd var mun meira en bara kalt, sko. Já, en það er náttúrulega íkt mynd kannski. En þetta er bara svo embla lífverður þegar hún búið út í. Já, af því að það kallast boyfriend blush eins og hann blushar, skilur við. Já, ég skil, ok, ég held að vera með eins og hann hafi gert það á þig. Já, líka það samt, sko, líka það. Bara ef myndum við gunnum að setja við blush, ég held að myndi gera eitthvað svona. Já, bara setja á hliðina og kinnina þér, sko. En þetta er svona messy blush dæmi eitthvað, þú veist, þetta er bara eitt trend, skilur við, það er bara... Ég elskar þetta að heyra svona trend. Já, bara svona random, svona, þú veist, ef ykkur sitja út á blush placementi þá ertu actually samt trending einhver stað, skilur við. Þetta kallast allt eitthvað. Já. Og
Og svo núna mun örugglega koma eitthvað svona I'm cold dæmi líka og eitthvað þannig, þannig að kemur meiri blöss. Þiffa, svona meira föl í framan. En líka bara með make-up, mér finnst ég að sjá svona geða mikið sparkles again on the eyes. Og það er my favorite season. Best í heimi. Allt sem glitter, bara allt, bara everything glitter, bara I love it. Everything that sparkles. Já. En já, þetta var allt nótsið mitt. Geðveikt, þetta var ógeðslega gott nóts. Gleymdi ég að fara yfir það nóts. Nei, elska. Ég er bara svo spennt. Mér finnst alltaf svo gaman að fara yfir þetta. Þetta er svona, en þú veist, þóttu vorum að tala um það, þetta er ógeðslega mikið shopping season og maður fer að bara pæli, hverju get ég bætt við? En þú veist, þetta er líka svona, minnir mann á. Já, ég á þetta. Þú getur fundið mjög mikið af þessu bara í skápnum. Já. Og svo er alltaf eitthvað svona smá sem maður kannski leyfir sér að kaupa nýtt eða eitthvað þannig, þú veist. Og voru líka bara áminning að vera duglegur að selja sem átt, eða þú ert að kaupa eitthvað nýtt að vera jafn duglegur að selja, endurnýta og eða bara gefa í Rauða krossinn eða eitthvað þannig. Akkurat. Bara losa þig við líka. Já. Og bara safna í meira kannski svona stable wardrobe. Já. Og svo er alltaf eitthvað svona trendy sem þið langar að treat yourself with sem er bara í góð lægi. Já. You gotta do something, sko. Já, something for yourself. Já. En ég er bara mjög spennt fyrir haustinu. Já, en sko, núna veistu hvað ég var að reyna í morgun. Núna er náttúrulega, þú ert búin með Mormon, Secret Lives of Mormon Wives. Yes. Ég var að reyna þessar Utah curls. Já, sem svo þær eru allar með. Já. Þetta er alveg erfitt, sko. En það er taka sér krulliðarni, setja efst og krulla ekki endan, skilur. Eins og við gerum þá að fá svona endan upp, eins og þú ert með núna. Já. En það er krulla bara einn upp, einhvern veginn fá svona, þetta er svona, mann eftir þetta var ekki mikið tísku fyrir svona 10 árum. Já. Og með svona, þú veist, bara smá einhvern veginn straight style eitthvað dæmi. En ég held ég þurfi eitthvað gott krulliðat fyrir þetta. Já. Að maður þarf, fyrir mitt ár og þarf ég lengra en já. Já. Þú veist hvað ég meina. Þannig að þú byrjar uppi. Snýrði öfugt og byrjar uppi og samt með svona klemmu í átni. Það er alveg eitthvað sem er svona mjög mikið í tísku að þetta er pínu svona relaxed curly dæmi, þetta er ekki svona Hollywood glam. Nei, en þetta er samt, já, þetta er basically svona smá messy en samt clean og en samt bara svona geðið mikið hárleggingar líka, skilur þetta look. Þannig að þú veist, hárleggingar líka, það er mjög trending núna. Já, mér langar svo, mér klæjar í, sko. Það færður þig ekki? Ég veit ekki, ég er bara svona einhvern veginn, þú veist. Þú þarft ekki að fá þig fastar, skilur, getur líka byrjað að fá þig. Ég ætti bara að byrja því að hérna, ég er eitthvað svona ánægð svona journey að bara svona, ég ætla að láta þetta hár síka, skilur. Og hérna, og ég veit að þegar ég var með hárleggingar, ég sagt það, þú veist, það bara að bjarga hárun mínu að það var svo ógeðslega skemmt, þú veist, að þá leti ég að, þú veist, þá hugsa ég bara ógeðslega vel það að því að með lengingar í. Hárun mínu er ekki skemmt núna, það er bara stutt. Mér finnst það bara ógeðslega flott þess að vera svona. Það er mjög healthy og mjög finnst það þykkt líka. Já, þú veist, það er healthy nefnilega, það bara síka. En þá getur þú bara keyptir einhverja, ef þú vilt það, þá bara keyptir einhverja klippins, skilur. Það þarf ekki alltaf að commit to því að, og þá ertu ekki að skemma það líka. Satt. Ég ætla að gera það. Eins og núna er ég með leggingar, en þær eru með svona bandi, sem er svona band hérna og eru 2 klips á aftan. Sturlað, ég sé ekki neitt, sko. Það er sko, það er í rauninni ekki nema svona mikið meir en hárið mitt. Sérðu munin. Já. Splitta þetta hér og þetta hér. Það bara gerir svo mikið for the filling einhvern veginn. Sammála. Þannig að þú veist, við elskum góðar hárleggingar. Já, ég ætla að fara að finna mér eitthvað skemmtilegar. Það er bara svo gaman að leika sem það er. Jú, einu sem ég hugsa er bara, ég er alltaf ekki svona, tóna hárið mitt svona núna. En sko yfirleitt samt, ef þú heldur svona sirka þetta, nema að fara í mundekkra, yfirleitt getur annarkvort litað þær eins, getur tónað þær eins, eða þá bara, þú veist, matsa þær og þú hefur notað mína leggingar sem eru ljósar. Já. Og það virka samt, skilu. Já, satt. Þannig að það er ekkert það mikið stress. Þetta er ekkert það mikið stress, nei. Þú veist, og líka oft sem eru bara 4 litir og það einhvern veginn næra blandast inn í hvaða hárlit sem einhvern veginn, skilur, já, þú veist, þú finnur einhvern veginn alltaf þinn tón. Já, algjörlega, 100%. Þannig já, spennt fyrir haustinu. Já, ég líka. Það styttist í að við þurfum að tilkynna ykkur hvað er næsta dagskrá hjá okkur. Þannig að fylgja spennt með. En að þú segði Mormon, Secret Lives of Mormon Wives. Já, fleiri að horfa eða? Já, við ætlum að henda inn í áskrift. Já, við erum að fara yfir þetta, sko. Já, bara næstu dögum. Ef þið er ekki búin að horfa á þetta er á Disney Plus og Hulu. Þetta er, ég bingea þetta á einum degi. 1,5 degi eða eitthvað. Allt og stutt, sko. Ég gat ekki hægt að horfa á þetta. Þetta er brútalt dæmi, sko. Þetta er bara, þetta er það sem að Real Housewives var til að byrja með. Nema þetta er eiginlega meira savage.
Ég er bara í sjokki Já. hvernig þær eru, bara í áfalli. So það er eina much sem to ég vil talk segja. about. Já. Og restinn fyrir Áskrist. Þannig að, já, farið, skellið ykkur á þetta núna, þeir eru ekki komin inn á þetta, annars kemur þetta inn í Áskrift bara á allra næstu dögum. Secret Life of Mormon Wives. Allavega, until next time, besties. Love you guys. Love you, besties. Bye. Bye.